rannsóknir afnot á landi sveitarfélagsins fyrir viðburði eða önnur afnot eða rofs á yfirborði, það er leyfi til graftar utan lóða. Beiðni endurupptöku máls skal beint til þess sem ákvörðunina tók og fer endurupptöku samkvæmt 24. grein stjórnsýslulaga númer 37/1993. 4. grein. Við D-lið 47. samþykktarinnar breytist þannig að við bætist einn töluliður, 3. töluliður þar sem kveðið er á að sett verði á fót almannavarnaráð Árborgar. D-liður 47. greina hljóði þá þannig eftir breytingarnar. D. Aðrar stjórnir ráð og nefndir. 1. Hverfisráð sveitarfélagsins Árborgar skulu vera 4 talsins og starfa á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri og í fyrrum Sandvíkurhreppi. Hverfisráð skal skipað 5 fulltrúum og 2 varamönnum kosnum af bæjarstjórn samkvæmt samþykktum ráðsins. Fulltrúar í hverfisráð eru kosnir til 2 ára í senn. 2. Ungmennaráð Árborgar. Ungmennaráð skal skipa 9 fulltrúum og 4 til vara. Bæjarstjórn skipar ungmennaráð formlega eins og nánari kveðið á í erindisbréfi ungmennaráðs. Kjörtímabil ráðsins er frá upphafi árs til áramóta ár hvert. Hluti fulltrúa skal sitja í ráðinu 1 kjörtímabil en hinn helmingurinn í 2. 3. Almannavarnaráð Árborgar. Almannavarnaráð Árborgar skal skipa 3 fulltrúum og 3 til vara samkvæmt erindisbréfi fyrir ráðið. 5. grein. Samþykkt þessi sem bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. og 18. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 árið 2011 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. Nú, eftir þessa upptalningu alla, að þá vil ég bara gefa orðið frjálst ef einhver vill tjá sig þessar tillögur að breytingum á samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins. Já, þetta er síðar umræða, já. Akkúrat, við ræddum þetta og fórum yfir þetta, þá er það Álfheiður Einarsdóttir álista. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Ég er í raun og veru bara með sömu athugasemdir og síðast. Ég fagna því að kjaranefndin okkar eða kjararáð, ég man nú ekki hvort það var nefnt, falli út og er ánægð að langmestu leyti með þessar breytingar og samþykktum. En aftur þá vil ég endurtaka þessa, hvað ég kalla, varnaðarorð varðandi framsal til sviðsstjóra umhverfis og mannvirkjasviðs. Það er C-liður. Í A-lið þá eru 2 embættismenn, þannig að þar er tvítekk. Í B-lið þar eru líka góðir stjórnsýsluhættir. Þar er reyndar 1 embættismaður sem fær valdið en hann er með reglur sér til hliðsjónar sem hann verður að fara eftir og ber að fara eftir. En þarna í C-lið að þá er 1 embættismaður sem er ekki með reglur eða neina leiðbeiningar, eða það er ekkert tvítekk. Og ég hef ekkert á móti því að fela sviðsstjóranum vald til vegna tímabundinna viðburða og hátíðahalda eins og 17. júní og básá hér og þar. Það eina sem ég hef áhyggjur af er að hann beri 1 ábyrgð á ákvörðunum rask og rof á landi og greftri utan lóða. Því að það er bara allt of algengt og hætta á því og freistnivandi þarna að eitthvað sem að verður hápólitísk, svona, hvað á maður að segja, það er oft svona ófyrirsjáanlegar afleiðingar sem koma upp og að honum verði bara hent fyrir vagninn, sko. Þannig að ég myndi endurskoða þetta og fá einhvern veginn tvítekk eða einhverja reglur eða eitthvað til þess að aðstoða sviðsstjórann í þessu aukna valdi sínu og en það hefur ekki verið tekið tillit til þess, þannig og ég sakna þess. Ég var að vonast til þess að þetta yrði tekið, að það yrði tekið tillit til þessara athugasemda, en þannig að ég vildi bara koma þessu á framfæri, takk.
Þakka þér fyrir, Álfheiður, og þá er beðum orðið Bragi Bjarnason D-lista. Ég skilst það sé komin inn útsetningin aftur, þannig að þetta sé allt komið, en hún sagði mig það að það sem hefur farið fram fyrir á fundurum, að þetta verður klippt saman í eina heild og sett svo inn þegar að sú þeirri vinnu er lokið. Bragi Bjarnason, D-lista. Takkilega. Forseti, bæjarfulltrúar, það er áhærendur. Takk fyrir athugasemdir, Álfur. Það er í rauninni hægt að því að hugmyndafræðin er minni háttar rof, en ég held að væri bara mjög skynsamlegt í framhaldi af samþykkt þessar að það yrði lagt fram í rauninni skýrara umboð til svistar, þannig að þetta yrði nánar útlistað og við myndum leggja það bara fyrir bæjarstjórn. Þannig að þetta er svona inn í samþykktunum, en við myndum skilgreina þetta nánar og leggja það fyrir bæjarstjórn gagnvart þessu í rauninni sérstaka ákvæði. Það væri góð í rauninni leið til þess að þetta yrði miklu skýrara þá í framhaldi. Þá myndum við taka það bara sérstaklega fyrir í framhaldi. Ég held að það sé bara góð lending í því. Já, þakka þér fyrir, Bragi. Það eru fleiri sem að vilja tjá sig annan leið á dagskránni sem eru breytingar á samþykktum stjórn og fundasköp sveitarfélagsins. Og ef svo er ekki að teknu tilliti til þeirra orða sem að hér voru mælt frá formanni bæjarráðs, þá er hægt að hnýta fyrir þetta vonandi ef að þetta er tekið þá sérstaklega fyrir þegar að svona mál kemur upp. En þeir sem eru samþykkir þessum breytingum á öðru lið dagskrárinnar vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að þriðja lið á dagskránni sem er tillöga endurskoðun aðalskipulags Árborgar 2010 til 2030. Tillaga frá fyrsta fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 15. júní síðastliðinn, liður 2. Tillaga endurskoðun aðalskipulags Árborgar 2010 til 2030. Bæjarstjórn Árborgar samþykkt á fundi sínum þann 20.10. árið 2021 að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123 2010. Skipulagsstofnun var í kjölfar samþykktar bæjarstjórnar send tillaga til yfirferðar og gerði stofnun í bréfi dagsettu 16.12.2021 nokkrar athugasemdir sem var brugðist við. Tillagan var auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga í lögbirtingablaði Fréttablaðinu dagskráni miðvikudaginn 16.3.2022 og var veittur frestur til athugasemda til og með 27. apríl 2022. Tillagan var einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar auk tengingar við vefsvæði ráðgjafafyrirtækisins Eflu. Borist hafa umsóknir frá lögboðnum umsagnaraðilum auk nokkura frá almennum borgurum. Í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 liggur fyrir fundi skipulags- og byggingarnefndar samantekt og athugasemdum og einnig tillögur að svörum við athugasemdum og ábendingum. Gerðar hafa verið óverulegar breytingar á tillögu í kjölfar ábendingu og athugasemda umsagnaraðila og almennra borgara. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti í samræmi 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036. Nefndin taldi að þær breytingar sem gerðar hafa verið á tillögu eftir að auglýsingu lauk séu ekki þess eðlis að auglýsa skuli að nýju. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til við bæjarstjórn Árborgar að tillagan yrði samþykkt í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og feli skipulagsfulltrúa að svara þeim athugasemdum og ábendingu sem fram hafa komið og senda skipulagsstofnun tillögun til afgreiðslu í samræmi 1. og 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga. Þetta er tillaga nr. 3 á fundinum og ég opna nú hér með fyrir umræður hana. Ef einhverju vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, þetta var tekið fyrir á fyrsta fundi skipulags- og byggingarnefndar í
síðastliðinni viku og fengum við þar nánari kynningu frá Ingibjörgu frá Eflu sem fór fyrir eða var að vinna með starfshópnum aðalskipulagsbreytingarnar. Hún hélt einnig kynningu hérna fyrir alla bæjarfulltrúa fyrir í dag, þannig að þeir hafa svona fengið sýn og ég held við séum komið með mjög gott plagg fyrir til framtíðar og vil eiginlega bara leið þakka starfshópnum sem hefur verið í vinnu síðastliðin ár, bara kærlega fyrir þeirra störf og fráfarandi bæjarstjórn fyrir að koma þessu máli áfram. Þannig að ég held að þessi bara, þetta er góð sýn til framtíðar sem ég held við getum öll verið sammála og samþykkt. Takk fyrir. Þakka fyrir Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Arnar Ólafsson, B-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, það er svona blasir svolítið við þegar maður fer yfir þessar, þessi drög eða tillögu að hversu mikil vinna hefur verið lögð af hendi, bæði af fyrri meirihluta og þetta minnihluta, eða fyrirrennandi bæjarstjórn eða fráfarandi bæjarstjórn. Og það ber að fagna því að þetta liggi fyrir eftir svona langt og erfitt ferli sem að COVID var auðvitað og hefur auðvitað verið ekstra erfitt að koma í gegn. Þannig að ég held að það sé svona í rauninni stórsigur í þessu að fá þetta fram núna svona fljótt eftir kosningar. Ég held að sko í meginatriðum getum að bara verið sáttur og ánægður með þessa framsetningu og við sjáum að það er verið að hugsa fyrir langt fram í tíman hvernig þróunin verður á sveitarfélaginu okkar. Og núna aftur á móti þurfum við að halda áfram að endurskoða aðalskipulagið og fara svo yfir deiliskipulaginu í kjölfarið en við erum bara að fara væntanlega í farveg næstu 2 ára þar sem að munum taka þetta skipulag að einhverju leyti frekari þróunar, þannig að ég fagna þessu og eins og maður segir bara til hamingju með þetta allt saman. Þetta er ákveðið þrekvirki sem er unnið hérna. Takk. Þakka þér fyrir Arnar, það eru fleiri. Sigurjón Vítaling, Guðmundsson, S-lista. Herra forseti, já, ég tek undir með þeim sem hér hafa farið upp á undan mér. Það var ánægjulegt að sjá að þessi tillaga sé tilbúin og klár á staðfestingu hjá Skipulagsstofnun. Ég fór fyrir þessum hóp á síðasta kjörtímabili og það var einkar ánægjuleg og skemmtileg vinna sem þar fór fram og við vorum heppið með ráðgjafa og kann ég þeim mikla þakkir fyrir sitt góða starf og eins þeim sem að sátu í starfshópnum með mér. Bæði frá minnihluta og meirihluta, það var almennt góð sátt og þessi tillaga var unnin í mikilli sátt og samlyndi og ég held að hún beri þess merki og sjálfsögðu munum við samþykkja hana hér á eftir. Þakka þér fyrir Sigurjón, eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo ekki, þá göngum við hér til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir tillögu endurskoðun aðalskipulags Árborgar 2010-2030 gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Og, já. Já, það er hérna athugasemd frá bæjarritara sem er réttmætt að bókun fundarins er svona. Bæjarstjórn Árborgar samþykkir samhljóða með 11 atkvæðum í samræmi við 32. grein skipulagslaga númer 123/2010 tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-2036. Bæjarstjórn Árborgar telur að þær breytingar sem gerðar hafa verið á tillögu eftir að auglýsingu lauk sé ekki þess eðlis að auglýsa skuli að nýju. Bæjarstjórn Árborgar samþykkir samhljóða
með 11 atkvæðum að fela skipulagsfulltrúa að svara þeim athugasemdum og ábendingum sem fram hafa komið og senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 1. og 2. málsgreinar 32. greinar skipulagslaga. Þá vorum við orðin örugg, segir hún, og við viljum hafa þetta allt saman þræl öruggt hjá okkur. Og þá erum við komin hér að 4. lið á dagskránni sem er deiliskipulagstillaga Austurvegar 67. Og það er tillaga frá fyrsta fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 15. júní síðastliðinn liður 4. Deiliskipulagstillaga Austurvegur 67. Sigurður Þór Haraldsson fyrir hönd Selfossveitna lagði fram deiliskipulagstillögu fyrir lóðina Austurveg 67 á Selfossi. Deiliskipulagstillagan var til meðferðar hjá sveitarfélaginu árið 2018, var auglýst í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 en var ekki auglýst í B-deild stjórnartíðinda þar sem gerðar voru athugasemdir og ábendingar af hálfu Skipulagsstofnunar. Tillagan hefur verið uppfærð í samræmi við ábendingar Skipulagsstofnunar. Staðsetning lóðarinnar er við gatnamót Laugardælavegar og Austurvegar austast á Selfossi og er stærð lóðar 25.000 fermetrar. Svæði deiliskipulags afmarkast af Laugardælavegi austri, Austurvegi suðri en að öðru leyti að lóð mjólkursamsölunar að Austurvegi 65. Aðkoma svæðinum er Laugardælaveg með 2 tengingum. Austurhluti svæðisins er skermað af með jarðvegsmönnum og trjáröðum, auk þess er það afgirð. Tildrög deiliskipulagsins eru framkomin vegna ört stækkandi byggða sveitarfélagsins Árborgar og vegna óhentugra staðsetningar og núverandi hitaveitu dælustöðu og hafa Selfossveitur ákveðið að hefja vinnu við að koma fyrir nýrri dælustöð fyrir hitaveitu á núverandi lóð Selfossveitna að Austurvegi 67 á Selfossi. Mun dælustöð þessi þjóna sem aðaldælustöð veitunar ásamt því að fyrirhugað er að koma stjórnstöð Selfossveitna fyrir í sama húsnæði. Höfuðmarkmið deiliskipulagstillögunnar er að auka svigrúm uppbyggingar og lóð Selfossveitna til að auka afkastagetu og rekstraröryggi afhendingar á heitu vatni. Þá gerir tillagan ráð fyrir 4 byggingarreitum sem munu þjóna framkvæmda á veitusviði, skipulags- og byggingardeild ásamt þjónustumiðstöð Árborgar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og lagði til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillöguna í samræmi við ofangreinda lagagrein skipulagslaga og að hún yrði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagsins. Nú, þetta er svona sem að þessi deiliskipulagstillaga hljóðar við Austurveg 67 á Selfossi og ég opna fyrir umræður um hana, ef einhverju vilja tjá sig. Nú, ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða hana. Þeir sem eru henni samþykkir þessum breytingum vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá komið að 5. lið á dagskránni Eiðir-Sandvík deiliskipulag. Tillaga frá fyrsta fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 15. júní síðastliðinn liður 14. Eiðir-Sandvík. Deiliskipulag Brynja Rán Egilsdóttir fyrir hönd landeigenda lagði fram tillögu að deiliskipulagi fyrir Eiðir-Sandvík land 1, land nr. 203/553. Tillaga tekur til rúmlega 9 hektara lands og er gert ráð fyrir heimild til byggingar íbúðarhús og bílskúrs alltaf 400 fermetrum og gestahúsi alltaf 80 fermetrum með mænisæð húsa alltaf 5,5 metrum. Þá eru heimild að reisa útihús skemmu alltaf 600 fermetra með mænisæð alltaf 8 metrum. Aðkoma að landsbyldunni er á Votmúlavegi nr. 310 og nýja heimreið austan við Eiðir-Sandvík. Tillagan gerir ráð fyrir að heiti deiliskipulagssvæðis verði framvegis Beikiskógar. Deiliskipulagstillagan er í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar árið 2010-2030 og einnig endurskoðað aðalskipulag Árborgar 2020-2036 sem er á lokavinnslustigi skipulagsferils. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögun og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að tillagan verði samþykkt og auglýst í samræmi 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Axel Sigurðsson sat hjá við afgreiðslu málsins. Þetta er tillaga nr. 5 á þessum öðrum bæjarstjórnarfundi okkar. Ég opna fyrir umræður þessa tillögu. Einhverju bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig hana?
Álfheiður Einarsdóttir á lista. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar. Ég er kannski bara með eina spurningu. Ég er ekki sérfræðingur í skipulagsmálum en mér skilst að viðkomandi landsvæði flokkist sem í efsta flokki af gæðum landbúnaðarsvæða. Þannig að ég svona vildi bara fá svör við því hvort að þetta í raun sem sagt væri samkvæmt þá nýju aðalskipulagi þar sem væri gert ráð fyrir mjög takmörkuðum byggingum á þessum fyrirmyndar ræktunarsvæðum. Þetta er bara spurning sem ég vildi fá fyrir áður en ég geri upp hugmynd til atkvæðagreiðslu. Takk. Þakkaði fyrir Álfheiður Bragi Bjarnason D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur, já, samkvæmt tillögunni þá á þetta í rauninni að falla, fellur þetta ekki undir hennar fyrsta flokkurinn en fellur alveg samkvæmt nýju aðalskipulagi undir að mega vera svona byggð, þannig að það er samþykkt á þeim grundvelli í rauninni og skipulagsfulltrúar búin að leggja það fyrir nefndinni í rauninni. Þakkaði fyrir Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða hún var bara að laga hárið. Þá göngum við til atkvæða 5. lið dagskrárinnar, eyðisanding, deiliskipulag, eins og hér hefur verið framangreint og texti upp lesin, þeir sem eru því samþykki vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er að 7. liður á dagskráni kosning í embætti og nefndir 2022-26 og eins og þið munið hér á fyrsta bæjarstjórnarfundi þá var svona smá ruglingur með skiptingu kjörinna fulltrúa í hinar ýmsu nefndir og ráð. Við náðum nú að leiðrétta það svona vel flest á þeim fundi en okkur láðist að gera hér eina breytingu viðbót og það var kosning á einum aðal- og varafulltrúa á aðalfund Bergrísans. þar sem sveitarfélag Árborg á 13 fulltrúa en ekki 12 eins og kosið var á fyrsta fundi bæjarstjórnar. Og hér hefur verið lögð fram tillaga það að Díana Lind Sigurjónsdóttir verði aðalmaður í Bergrísan og varamaður Gísli Guðjónsson. Og þeir sem ef það er ekki fleiri tillögur, þá legg ég þessi nöfn hér fram og þeir sem samþykja Díunu sem aðalmann í Bergrísan og Gísla sem varamann vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 7. lið, það er faghópur leikskóla. Tillaga frá 148. fundi bæjarráðs frá 5. maí síðastliðinn, liður 3, faghópur leikskóla. Minnisblað frá faghópum málefni leikskóla í Árborg dagsett 27. apríl næstu skref í fjölgun leikskóladeilda í Árborg. Bæjarráð samþykkti tillögu faghóps og lagði til við bæjarstjórn að hluti húsnæðisins við Stekkjarskóla yrði aðlagað þannig að það nýttist sem 2-3 leikskóladeildir snemma árs 2023. Samhliða yrði farið í að undirbúa hönnun og byggingu alltaf 6 leikskóladeilda á öðri lóð við Jötunheima. Þannig yrði leikskóli Jötunheimar alltaf 12 deildir fullbyggður. Ég opna fyrir umræður þennan lið. Það eru eðlilegt að halda áfram með þetta starf sjálfsögðu og góðar hugmyndir þarna. Ellý Tómasdóttir, B-lista, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að segja að mér finnst sú vinna sem að faghópur málefni leikskóla í Árborg hefur verið að vinna algjörlega til fyrirmyndar. Og ég fagna því að þessi hópur hafi verið settur á fót á sínum tíma. En mínar áhyggjur af þessu máli snúa nálgun Árborgar í þessum málum og þeim bráðabirgðalausnum sem notast er við. Ég velti fyrir mér hvort að bráðabirgðalausnir sem þessar
bresti mögulega framkvæmdum á framtíðarlausnum sveitafélagsins og einnig hvort að bráðabirgðalausnir auki á þá hættu að starfsmenn brenni út. Það er því líka fleiri þættir sem þarf að horfa til en sá fjöldi plássa sem boðið er upp á fyrir börnin en starfsaðstaða þeirra kennara sem starfa á vettvangi er einnig afar mikilvæg og þarf að ýta frekar undir jákvætt vinnuumhverfi og góðan árangur í starfi. Því tel ég mikilvægt að samhliða þessu verði skoðað hvernig auka megi nýliðun í stéttinni, meðal annars með því að bæta starfsumhverfi leikskólakennara. Ef ég skoða hlutfall leikskólakennara hér í Árborg fyrir árið 2020, þá voru við með 22% þeirra sem eru faglærðir. En eitthvað hljóta önnur sveitarfélög að vera að gera rétt, því að við skoðum þessa prósentutölu hjá öðrum sveitarfélögum þá til dæmis tróna nágrann okkar í Skeiða og Gnúpverjarhrepp efst með 68% leikskólakennara en þá kunni einhver að horfa á fjölda starfsmanna og þá má nefna að Akureyrarkaupstaður er þar með hlutfallið 46% sem er meira en tvöfalt hlutfall hjá okkur. Þannig að og eins Reykjavíkurborg með alla sína starfsmenn þeir eru samt fyrir ofan okkur með 26%. Þannig að ég óska svara við þeim spurningum að hvort til dæmis þessar deildir sem verða starfræktar við Stekkjaskóla séu reknar sem starfsstöð tengd jötunheimum, hve lengi sé áætlað að færanlegu stofurnar verði starfræktar og hvenær er áætlað að viðbygging við jötunheima verði tilbúin. Takk. Já, þakka þér fyrir Ellý. Sveinn Ægir Birgisson, D-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, þarna algjörlega sammála Ellý. Einu og öllu og þarna ég satt nú í þessum hóp og þið komst nú kannski ekki á alla fundina í þessu en og mikill samhljómur að þessi lausn væri farsæl en ég viðraði líka aðra hugmynd á einu fundi og sem ég tel að við sem hér sitjum þurfum kannski að taka og stýra ennþá frekar og það er svo að nýta kannski bráðabirgðahúsnæði sem nú er til staðar í Stekkjarskóla sem Stekkjarskóli er sett til húsa í dag og fækka deildum þegar ráðið verður eða sótt verður ný pláss eins og Álfheim og Árbæ og þær deildir verða færðar í það húsnæði við Stekkjarskóla meðan að byggt er varanlegt húsnæði við Álfheima og Árbæ en við öll hér gerum okkur grein fyrir að þetta er ekki gert á einu ári og við þurfum að gera akkurat áætlun og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur gert. Hvað þetta mun taka langan tíma get ég kannski ekki svarað en við þurfum að vera með þetta skýrt og hreinu gagnvart nemendum, gagnvart foreldrum, gagnvart starfsfólki þannig að við viti að nákvæmlega er. Við eigum teikningar til fyrir Álfheima, gætum þess vegna búin að fara í þetta strax en eins og staðan er í dag þá er engin peningar og fjárfestingar áætlun fyrir þetta og það er að setja það á næsta ári. Að ég tek eins hugar undir en ég get ekki kannski svarað með tímafaktor á þannig við spurningunum en takk. Já, þakka þér fyrir Sveinn Ægir. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég nú taka undir með þeim sem að hafa svona þakkað vinnuhópnum sem að við skipum. Þetta er reynda vinnuhópur sem var settur á laggirnar þegar ákveðið var að fara í að byggja Goðheima, leikskólann Goðheima og sem að var farsælt samstarf sem sá hópur átti og það var ákveðið að þegar að menn voru svona sjóðheitir í dreifunni að þeir skildu bara halda áfram með næstu skref. Á síðasta kjörtímabili þá fjölgaði leikskólaplássum í sveitarfélögum Árborg 180. Það var aldrei, hvorki fyrr eða síðar, orðið jafn mikil fjölgun á leikskólaplássum í sveitarfélaginu og þrátt fyrir að hér var
neikvætt umtal þessi mál í kosningabaráttunum sem var nú algjörlega ósekju að því að þvílík fjölgun á leikskólarýmum náttúrulega með slíkum ólíkindum. Byggður 6 deilda leikskóli og svo voru settar 3 nýjar færanlegar kennslustofur við 2 leikskóla. En í sveitafélagi sem stækkar jafnrætt og okkar sveitafélag gerir, þá auðvitað getur maður ekki bara sest niður og klappa sér á baki þrátt fyrir að þetta hafi verið vel gert, að þá þarf að halda áfram og það fæðast sem betur fer fleiri börn og nú vantar okkur til dæmis bara 2 upp á að vinna á 11.000 tonn. Þannig að þetta gengur vel hjá okkur. En það sem varðandi það sem að bæjarfulltrúi Ellý talaði um fjölgun á fagfólki, þá get ég tekið heilshugar undir það og við fórum af stað með þá vinnu. Það annar hópur starfandi sem var settur á laggirnar líka á síðasta kjörtímabili í rauninni eflingu faglegs starfs innan leikskólana og það var unnið að ýmsum málum þar, meðal annars að endurskoðun á sumarleyfum, það sem að sumarleyfun voru, eða þarf að segja lokanir leikskólana varu minnkaðar í sumarleyfum, fólk gat valið meira sumarleyfi, valið að taka frí fyrir börnin milli jól og nýjárs, greið ekki fyrir þann tíma. Síðan kom fram til að frá þeim hópi að við skildum eiga samtal, þar að segja þau faglega umhverfi leikskólana, starfsfólk leikskólana, foreldrar, allir sem áhuga að hafa á þessum málefnum og það var til þess að það var frábært málþing þar sem var svona fyrsta samtalið sem við áttum þessi málefni, svona þannig lagað skipulega og það var margt mjög gott sem kom út úr þessum málþingi og það liggur fyrir skýrsla eftir það málþing þar sem að meðal annars eru hugmyndir frekari eflingu leikskólastigsins, eflingu faglegs starfs í leikskólum, en þetta mikil áskorun og hvernig við eigum að mennta fleira fólk. Það hafa ýmis skref í stigin og við höfum verið að ára til dæmis þetta reglur styrk til starfsfólks sem vildi fara í námið, við hækkuðum laun ófaglært starfsfólks á leikskólum, þannig að það var mjög margt gert en það þarf að gera betur og ég með bókun sem að ég ætla að leggja fram undir þessum lið og sem svohljóðandi undirrituð þakka faghópi leikskólamál fyrir góða vinnu og tillögur næstu skref í uppbyggingu og fjölgun leikskólarýma í sveitarfélaginu Árborg. Þrátt fyrir að á síðasta kjörtímabili hafa leikskólarými fjölgað 180 fleiri en nokkru sinni fyrr, þá nauðsynlegt að vinna áfram að frekar uppbyggingu og úrbótum á aðstöðu leikskólana í sveitarfélaginu. Undirrituð leggja til að starfshópnum verði falið að vinna áfram og þó sérstaklega með það fyrir augum að koma með tillögur og úrbótum varðandi færanlegt kennsluhúsnæði við leikskólana Árbæ og Álfheima sem komið til ára sinna. Og undir þetta skrifa Arnar Gunnarsdóttir S-lista og Sigurjón Vítaling Guðmundsson S-lista. Það auðvitað svo að það þessi elstu færanlegu kennsluhúsnæði sem voru sett við leikskólana auðvitað orðið algjörlega óbáðlegt húsnæði og það verður að búa til einhverja áætlun að hætta notkun þeirra. Og hvernig sem það verður gert af því að við sjáum það auðvitað að bara eins og þó við höfum neyðst til að setja 3 nýjar færanlegar kennslustofur eins og við Álfheima og Árbæ þá náttúrulega bara himinn og haf á milli nýju stofana og svo eldri stofana og eins auðvitað stekkjaskóla hugmyndin sem frábær hugmynd af því að stofurnar þar eru mjög flottar og aðstæðan frábær. Þannig að sjálfsögðu munum við styðja það að það verði nýtt en við verðum auðvitað bara að vera með aðgerðar áætlun hvernig við ætlum að leggja þetta vonda húsnæði af eða þetta laka húsnæði sem verður bara að fara í strax. Þannig að ég legg til að þessi hópur starfi á. Takk. Takk fyrir Arna. Það eru fleiri, það Brynhildur Jónsdóttir, D-lista.
Já, forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, takk fyrir þessa brýningu að líða. Þetta er auðvitað alltaf mikilvægt að þurfum að horfa að tala í saman hljóð og mynd. Nei. En ég var einmitt í þeim starfshópi þar sem við vorum að leggja til svona kannski breyttar starfsaðstæður starfsfólk og leikskólum. Þá er náttúrulega þetta líka bæði fyrir kennara og annað starfsfólk. Og á næsta fræðslunefnda fundur verður næsta miðvikudag og þá leggjum við til að þessi starfshópur haldi áfram. Þannig að þetta var góð vinna og við viljum bara halda henni áfram. Já, og það er eiginlega bara kannski fyrst og fremst. En þar lögðum við einmitt meðal annars uppbyggingu og hvernig má gera starfi meira aðlaðandi fyrir starfsfólkið. Og við lögðum kannski til afsláttarkjörun sem sveitarfélög getur boðið upp á, en það er auðvitað eitthvað sem við vitum getum ekki alveg svarað. En það var ein tillaga og svo að bara halda áfram þessu starfi. Takk fyrir. Takk fyrir, Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Það svo ekki. Þá göngum við til atkvæða og þeir sem eru þessum tillögum samþykkt sem eru þarna að koma þetta fram í 7. liðnum vinsældskemerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 8. lið fundarins og það er tillaga fyrirkomulag funda bæjarstjórnar í júlí og ágúst og að bæjarráð verði falin fullnaðarafgreiðsla mála. Nú forseti leggur til að bæjarstjórn taki sumarleyfi og að fundi bæjarstjórnar liggi niður í júlí. Næsti fundur bæjarstjórnar verði þann 24. ágúst næstkomandi, meðan bæjarstjórnir í sumarleyfi fari bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefði þá ella. Bæjarráð tekur ákvarðan að víkja frá fundatímum samkvæmt bæjarmálasamþykkt eftir því sem þurfa þykir. Einhvern sem vilja tjá sig þetta er nú svona nokkuð í hefðinni þó að það sé nú kannski að mörgu leyti sérstakt að það kemur ný bæjarstjórn til starfa að þá eiginlega byrjar hann á því að fara í frí, en þetta er nú bara svona, það eru sumarfrí starfsmanna og annara, þannig að það liggur allt saman niður á þessum hálftíma, þannig að það er víst lítið við þess að gera þó að menn séu fullir af eldmóð. Einhverju sem vilja tjá sig það, ef svo er ekki þá fer ég þetta bara upp til samþykktar að við munum hittast síðan næst 24. ágúst og förum þá í frí og bæjarráð verður falið fullnaðarafgreiðsla mála eins og að framan var greint. Þeir sem eru samþykkið því vinsældskemerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 9. liðurinn á dagskránni, það er afgreiðsla fundagerða hér og það er hér bæjarráð. Fyrsti fundur bæjarráðs, eru einhverju sem vilja tjá sig fyrsta fund bæjarráðs Árborgar kjörtímabilið 2022-26. Hann fór fram þann 14. júní, þetta er óvenju fáar afgreiðslu núna, það er hans ein fundagerð. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, S-lista. Takk fyrir herra forseti. Ég kemur undir fundagerð bæjarráðs, 17. liður, fyrirspurn verkefni formanns bæjarráðs. Fyrirspurn frá Örnu Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúa S-lista. 1. Í hverju felast nákvæmlega aukin verkefni formanns bæjarráðs frá því sem verið hefur nú þegar tekin hefur verið ákvörðun að þrefalda laun hans, hækka þau úr 21% af þingfararkaupi í 65% af þingfararkaupi. Hvert verður verksvið hans og hver er starfslýsingin? 2. Við það að verkefnum formanns bæjarráðs fjölgar, hvaða verkefnum bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar eða annarra starfsmanna sveitarfélagsins mun þá fækka á móti. Þetta var sem sagt fyrirspurnin sem kom fram á síðasta bæjarráðsfundi. Og ég eins og margir aðrir íbúar sveitarfélagsins hefur verið nokkuð hugsi yfir þessu boðuðu aukna hlutverki formanns bæjarráðs og tek því heilshugar undir þessa fyrirspurn bæjarfulltrúans Örnu Ýr. Og það verður spennandi að sjá í hverju boðuð breyting á hlutverki formannsins verður
En það verður gert opinbert núna í fyrramálið á næsta fundi bæjarráðs. Mér langar samt sem áður að koma á framfæri hugleiðingum mínum, athugasemdum og einnig spurningu í lokin. Bæjarfulltrúinn Bragi Bjarnason, formaður bæjarráðs, er ekki starfsmaður sveitarfélagsins. Það er alveg á hreinu. Hann er kjörinn fulltrúi, eins og ég og aðrir bæjarfulltrúar sem hér sitja þennan fund. Hann hefur þykir rétt á aðgengi að kerfum og gögnum sveitarfélagsins eins og þegar hann var starfsmaður þess og einn af æðstu stjórnendum sveitarfélagsins. Þess vegna gildir hann ákvæði 21. greinar í samþykktum sveitarfélagsins eins og aðra kjörna fulltrúa. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa hann upp. Aðgangur að gögnum 21. grein í samþykktum sveitarfélagsins. Vegna starfa sinna í bæjarstjórn og sérhver bæjarfulltrúi rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar sem fyrir liggja í stjórnsýslu sveitarfélagsins og varða málefni sem geta komið til umfjöllunar í bæjarstjórn. Beiðnum aðgang á gögnum skal beint í bæjarstjóra sveitarfélagsins. Tiltaka skal í beiðninni hvaða gögnum óskað er eftir og eða hvaða málefni þau fjalla. Miða skal við að aðgangur sé veittur innan 5 daga frá móttöku beiðninnar. Séu gögn viðamikil eða undanþegin upplýsingarétti almennings er heimilt að ákveða að afhending gagna fari fram á bæjarskrifstofu í tiltekinn tíma. En að gögn verði ekki afhent utan bæjarskrifstofuna. Varði málið mikilvæga persónulega hagi einstakling sem ekki er til umfjöllunar í bæjarstjórn er heimilt að neita afhendingu gagna og upplýsinga. Bæjarfulltrúi skal eiga eðlilegan aðgang að skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins á venjulegum opnunartíma í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi sveitarfélagsins og rekstur. Svo mörg voru þau orð. Það liggur því beinast við í kjölfarið á þessu að spurja hvort formaður bæjarráðs ætli að senda bæjarstjóranum, sem samkvæmt ráðningarsamningnum er samt ekki bæjarstjóri, heldur framkvæmdastjóri, skriflega beiðnir gögn fyrir hvert það mál sem hann ætlar að vinna að og snúa ekki beint að málum sem taka á fyrir á fundum bæjarráðs eða bæjarstjórnar. Með öðrum orðum, hvernig ætlar hann að fá aðgang að þessum gögnum þannig að það samræmist heimildum og reglum sveitarfélagsins. Það er spurningin. Og það má svara því núna eða við fyrramálið. Takk. Takk fyrir Sigurjón og svigrúmið sem þú veitir hér til andsvara. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arnar Ólafsson, B-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og áhorfendur. Það er aðeins varðandi þessa endurskipulagningu og upplýsingatækni sviðinu. Nú var það tekið til endurskipulagningar og þar voru starfsmenn látin fara. Svo á upplýsingafundi núna fyrir bæjarstjórnarfund að þá kom fram að það liggi fyrir, ef ég misskildi það ekki, ég eiginlega trúði vart sko, en það væri lægi fyrir að það ætti að ráða nánast jafn marga starfsmenn inn til þess að sjá innkaupin á upplýsingatæknimálum fyrir sveitarfélagið og þeir sem voru láttir fara. Þannig að í sjálfu sér sko var verið að var lögð fram sko sparnaðar hugmynd um það hvernig yrði staðið að upplýsingatæknimálum og það væri í rauninni fækkun, en svo kom fram að það væri í rauninni fyrirliggjandi að það væri fjölgun á ný og það kann að vera, ég hafi misskilið þetta en og þá væri bara gott að fá leiðréttingu á því en ég vil fá að heyra kannski hvernig þessi upplýsingatæknimál verða og hvort að þessi sparnaður og ný ráðningar munu eiga sér stað. Takk. Þakkaði fyrir Arnar. Álfheiður Einarsdóttir á lista. Já, takk. Forseti, bæjarfulltrúar.
tilreindur, íbúar. Ég tek undir með kollega mínum. Ég held að hann hafi ekki miskilið. Ég spurði um þetta sérstaklega þess að það voru uppsögnir og í raun og veru tölvudeildin lögð niður í síðustu viku. En svo liggur fyrir að þessi stafræna vegferð kosti líklega á frekari ráðningar. Gögnin sem við fengið í hendur og ég bað viðbóta gögn voru klen. Þannig að ég vildi bara láta vita og hef látið bæjarritara vita en ég mun fara, þetta var ágætis upptalning hjá kollega mínum Sigurjóni Vídalín að ég mun einmitt fara eftir þessari 21. grein og senda beiðni til bæjarstjóra öll gögn málsins frá upphafi og verður líklega þá með bæjarritara í CC, gerir ég ráð fyrir, að samræmist 21. greininni. Og vegna þess að ég hef ekki fengið svör við öllum mínum spurningum. Ég hef áhyggjur af því að bæði þarfa og kostnaðargreiningu sé ábótavant. Ég held að við séum að fara í stafræna vegferð án á í raun og veru óávísuðum tékka sem er bara mjög hættulegt. Þannig að ég tek undir með Arnari þessi sparnaður sem átti að vera virðist ekki koma til framkvæmda ef marka mátti þessa kynningu hér áðan og svör embættismannsins. Þannig að ég kem til með að kalla öll þessi gögn og kynna mér þau og áskil mér rétt til þess að ræða þetta frekar og jafnvel leggja til að breiðari hópur starfi að þessum málum. Vegna þess að ég hef bara verulegar áhyggjur vegna þess að ég kem úr upplýsingatækni geiranum og ég veit að það er mjög auðvelt að sjúga fé úr ótrúlegustu fyrirtækjum og stofnunum. Takk fyrir það. Þakka þér fyrir, Álfheiður. Þá hefur beðið orðið Fjóla Kristinsdóttir í lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Varðandi það sem kom fram áðan, þá varðandi þessa kynningu hjá henni Sirri, þá hef ég nú ekki heyrt af því að sé verið að fara að ráða og þá væntanlega það alltaf að fara í að koma því fleira fólk og væntanlega það einhver sem að starfsmaður sér fyrir sér eða það alltaf að fara fyrir fjárhagsáætlun og skoða heildstætt og en ég hef ekki heyrt af því. Ég heyrði samt að sama þú og hvernig við sjáum þetta þarf bara að skoða heildstætt. Akkurat núna var þetta það sem var búið að vera að vinna að og það þarf að vinna þessu bara frekar með þessa stafrænu umbreytingu sem er þá í hennar höndum í samráði við að sjálfsögðu bara nýja bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir, Fjóla. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, ég ætla bara að koma upp til þess að ræða sama mál og Sigurjón Vídalín ræddi áðan. Það var það fyrirspurnir sem að ég hlakka til að fá svör við í fyrramáli. Mér langar að taka undir allt það sem að hans vangaveltur áðan varðandi þennan vöxt, þennan skyndilega vöxt á hlutverki formanns bæjarráðs, þreföldun á launum hans. Og mér langar einmitt að ítreka þetta
aftur að bæjarfulltrúar eru ekki starfsmenn sveitarfélagsins. Það skulum við hafa alveg á kristaltæru. Og það stendur í 3. grein siðareglna okkar, kjörinna fulltrúa, þar er grein valdmörk. Með leyfi forseta, valdmörk. Kjörnir fulltrúar gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Við höfum ekki hlutverk í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Þetta skulum við alveg hafa kristaltæru. Þannig að, eins og áður hefur komið fram hérna, að formaður bæjarráðs, hann getur ekki átt í neinum samskiptum við starfsfólk sveitarfélagsins. Öll samskipti hans þurfa að fara í gegnum bæjarstjóra. Og með aðgang að tölvukerfi, ég veit alveg að sem starfsmaður sveitarfélagsins þá hafði Bragi Bjarnason aðgang að allskyns hlutum. Menna hann var að setja inn upplýsingar inn á Facebook síður og Instagram síður og allt mögulegt. Þetta er eitthvað sem hann getur ekki gert lengur. Ég ætla að vona að allir geri sig grein fyrir því. Og að ná sér og hafa aðgang að vondkerfinu. Nú höfum við bæjarfulltrúar, við höfum bara einn aðgang að vondkerfinu, það er fundagáttin. Þar sem við höfum eingöngu aðgang að fundarboðum og engu öðru. Punktur. Og svo þetta sem Sigurjón las upp áðan úr samþykktum sveitarfélagsins. Bæjarfulltrúar skulu eiga eðlilegan aðgang á opnunartíma til þess að kynna sér starfsemi. Ég veit ekki betur en Bragi Bjarnason sem er skrifstofu í Ráðhúsinu og það er nú ekki eins og sé mikið að skrifstofum þar. Get ég fengið skrifstofu? Ég er í starfi hjá sveitarfélaginu í rúmlega 30% starfi. Mig vantar skrifstofu. Mér finnst það svona umhugsunarvert í þeim þrengslum sem eru í sveitarfélaginu. Það er gríðarleg þrengsli að inn í Ráðhúsið þrátt fyrir að við höfum á síðasta kjörtímabili gert byltingu inn í Ráðhúsi og fjölgað vinnustöðum og fengum nú bágt fyrir, tek það fram, að þá er ekki pláss fyrir einn í viðbót. Og þá finnst mér svolítið sérstakt að það sé forgangsatriði að bæjarfulltrúi fái skrifstofu. Mér hefur aldrei verið boðin skrifstofu aðstæðana. Aldrei nokkuð tíma. En ég er alveg til í það. Það er heilmikið undir heimahjámanni í þessari vinnu. Þannig að það er greinilega ekki sama hver er. Mér finnst bara afar mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Hvernig hlutirnir eru. Þetta er, og það er búið að tala um þetta undir því yfirskynni, þetta sé ekki aukin útgjöld. Það hafi verið lagt niður hálft starf sem er náttúrulega bara vitleysa því að 50% var fært yfir á nýjan starfsmann og svo eru sikkur 25% færði yfir á 2 aðra starfsmenn. En sko, það er flott ef fólk finnur tækifæri til sparnaðar. En það er alls ekki flott ef fólk finnur tækifæri til sparnaðar og stingur í eigin vasa. Takk. Fyrir Arna, eru fleiri sem vilja tjá sig þennan lið? Álfheiður Einarsdóttir, álista. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, tilheyrendur íbúar. Ég tek að hluta til undir málflutning félaga minna í samfylkingunni sem hafa komið hér upp undir þessum lið og þá er ég að tala í raun og veru þessi valdmörk á milli pólitíska kerfisins og embættismannakerfisins og ég held að við öll gerum hér okkur grein fyrir því að bæjarstjóri er eini sem má hafa samskipti eða stýra starfsfólki og það eru skýr mörk á milli e-listans embættismannakerfisins og kjörinna fulltrúa pólitíska kerfisins sem erum við. En mér langaði bara þess að geta þess að ég vann áður sem í e-listanum í öðru sveitarfélagi og þetta minnir mér helst á
sko í fyrsta lagi bara til að svara spurningunni með aðstöðu að þá kom fram hér á fyrsta fundi bæjarstjórnar og ég talaði mitt við bæði Braga og Fjólu eftir þann fund af því að okkur bárust gögn það að bæjarfulltrúum byðist aðstæð til að starfa og ég bað aðstöðu, ég hef reyndar ekki fengið svör en það bráðleikur ekkert á því, við erum rétt að þetta í sumafrí og annað, þannig að mér finnst það bara alveg sjálfsagt mál. Ég sko aukið vægi formanns bæjarráðs. Sko ég get alveg tekið undir það að það tengist vexti bæjarfélagsins og það sé meira að gera. Við finnum þetta í nefndunum líka. Það er bara meira að gera. Við erum með meira umfang. Við erum með fleiri og stærri verkefni og það er bara miklu meira undir. Ég myndi miklu frekar segja sko það að það er til dæmis í þessu stærra sveitarfélagi þar sem að ég tilheyrði embættismannahlutanum. Bæjarfulltrúarnir voru alveg sér. Þeir fengu ekkert að koma í ráðhúsið. Það var bara borgarstjóri sem fékk að vera í ráðhúsið. Í eina skiptið sem var gerð undantekning á því var þegar að kom borgarstjóri númer 2. Hann hét Björn Ingi. Og hann fékk skrifstofu inn í ráðhúsi við hliðina á sínum borgarstjóra og við vorum komið með 2 borgarstjóra og hann var náttúrulega komið með höfuðið yfir öxlina á manni alveg undir eins. Og það er kannski hættan. En ég bara trúi að því að Bragi kunni sig þó að hann sé komin inn í þetta hús og þekki þessi valdmörk. Ég held að Bragi sem formaður bæjarráðs og sem formaður í 2 nefndum eigi eftir að reka sig á að hann verði að allan sólarhringinn og hef helst áhyggjur af því að hann brenni út sko af öllu þessu umfangi sko. En við finnum það öll að það er meira að gera. Það var ekkert að ástæðulausu að það var fjölga hér úr 9 bæjarfulltrúum í 11. Það er ekkert að ástæðulausu að við erum vaxandi samfélag. Það er bara fleiri verkefni, meira umfang. Við finnum þetta í nefndunum og mér langar að minna bara bæjarfulltrúi hér á þess að síðasta kjörtímabili þá var ég varabæjarfulltrúi en ég var fulltrúi í nefnd. Að nefndirnar okkar eru mannauður og þar eigum við að sækja okkur þekkingu og við erum að vinna oft fjárhagsáætlun öfugt. Hún á að byrja í nefndunum. Hún byrjar á bæjarfulltrúi eða embættismenn, ég er ekki alveg viss. Þetta er eitthvað alveg voða skrítið hvernig þetta fer fram sko. Þannig að við þurfum aðeins að taka okkur á í ferlavinnu og svona. Við erum bara vaxandi bæjarfélag, við erum í vaxtaverkjum, við erum líka í vaxtaverkjum í stjórnsýslunni. En ég tek undir þetta með félögum mínum að þetta getur litið illa út en ég treysti og vona á því að þó að þeir séu undir sama þaki að það sé ekki verið að blanda saman hlutverkum. Að það séu allir á hreinu með sín valdmörk og sitt hlutverk. Punktur. Já, þakka ég fyrir Álfheiður. Voru fleiri sem vilja tjá sig? Já. Arna Ýr, Gunnarsdóttir S-lista. Forseti, aðeins að bæta við eftir þetta sem að Álfheiður segi, já það er alveg hárrétt að Sveitarfélag Árborg hefur stækkað gríðarlega eins og öllum er ljóst og það eru fleiri verkefni og það er meira umleikis í stjórnsýslu. Ég veit samt ekki til þess að önnur sveitarfélag hafi farið í viðlíka aðgerðir eins og sveitarfélag á svipari stærðargráðu og stærri, Mosfellsbær, Kópavogur, Hafnarfjörður. Það hefur að hvergi verið farið í þreföldun á starfshlutfalli formanns bæjarráðs. Formaður bæjarráðs hefur alltaf sömu verkefnin alveg, þetta snýst að þá þarftu að ráða fleira fólk inn í stjórnsýsluna. Og það hefur við gert á síðasta kjörtímabili að við réðum bæjarritara sem hefur mikilvægu hlutverk að gegna inn í stjórnsýslunni. Við réðum, og hún er lögfræðingur, við réðum lögfræðin annan. Við réðum mannauðsstjóra, þannig að það er stoðdeildir í sveitarfélaginu hafa stækkað í samræmi við stækkun sveitarfélagsins og allt þetta lykil starfsfólk hefur verið ráðið inn vegna þess hversu hratt sveitarfélagið hefur stækkað. Og þetta starfsfólk hefur lykil hlutverk að gegna í stækkandi sveitarfélagi. Og við ráðum inn fleira starfsfólk eftir því sem við þurfum, eftir því sem
íbúum fjölgar og stofnunum sveitafélagsins fjölgar. Það verður meira umleikis. En hlutverk formanns bæjarráðs, það þarf ekki að stækka. Það hans verkefni eru þau sömu, af því að stjórnsýslan, það hún sem stækkar. Takk fyrir Arna. Fleiri sem vilja tjá sig? Arnar Ólafsson, bílista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það kannski, ég nú kannski ekki með ekki svo mikið onni í ráðhúsinu og ekki starfsmaður sveitafélagsins, heldur sjálfsmýns í rauninni. Það kemur svolítið óvart að það hafi verið búin til ný skrifstofa fyrir formann bæjarráðs. Og ég treysti því að það sé unnið stjórnsýslulega rétt og undirbúið rétt og það liggi fyrir gögn, þarfagreining á því hvers vegna formaður bæjarráðs þarf að hafa starfsemi inn í ráðhúsi og það væri ágætt að fá þau gögn líka fram í bæjarráði á morgun þá, væntanlega. Það hlýtur að vera til vegna þess að ég gerir ráð fyrir því að bæjarstjóri tekur þessa ákvörðun án þess að leggja hana fyrir bæjarstjórn. Og það kannski hinn eðlilegi vettvangur ef að svona ákvörðun verið að taka varðandi eitthvað sem er í bæjarstjórn, að leggja það fyrir bæjarstjórn og þá væntanlega þarfagreiningun á því. En svona til þess að súmmera því upp að þá óska ég eftir þeim gögnum í rauninni. Hvers vegna er þörf á því að búa til pláss fyrir formann bæjarráðs inn í ráðhúsi Árborgar? Takk. Já, þakka þér fyrir, Arnar, og fleiri. Og ef svo er ekki, þá höfum við lokið þeim 9 liðum sem að lágu fyrir öðrum fundi bæjarstjórnar Árborgar fyrir árin 2022 til 2026. En það er kannski bara, nú er ég bara að segja eitt út í loftið í lokinu að því að með einhvern tíðan þegar ég skrifaði undir, þegar ég hafði verið kjörinn bæjarfulltrúi, þá stendur þar að sveitafélaginu beri að skaffa bæjarfulltrúum, kjörnum fulltrúum aðgengi að aðstöðu eitthvað slíkt, sko. Sjálfsagt gætum við sótt það svona, en ég held að sé ekki hægt að lofa allavega 100, það er ekki lofa allir þessu sáttmáli, en það er svona að tala um aðgengi. Nú varðandi hagsmunaskráninguna sem ég nefndi við ykkur á síðasta fundi, þá er ennþá verið að útbúa ákveðna breytingar á því og það ég læt ykkur vita þegar að það er tilbúið til þess að rita undir. Nú, svo sem ekki opinbert erindi til mín varðandi aðgengi, við hvetjum auðvitað alla íbúa til að koma hér á fundi hjá okkur þegar við byrjum aftur í haust og að þá er gengið inn í húsið hér í Grænumörk og hér inn í salinn Mörk að framanverðu, það er að segja hjá Markartorgi. Það var tilmæli hér frá 2 íbúum hér í blokkinu við hliðina á að aðgangurinn er ekki notaður hjá þeim. Það er ekki aðgangur fyrir þennan sal að þeirra sögn. Ég á nú eftir kannski að fá það staðfest, en ég held að það sé þannig við að ganga inn hér Markar megin. En ég minni bæjarfulltrúa á rafræna undirritun síðan í kvöld og ég óska ykkur gleðilegs sumars og þakka ykkur fyrir þessa 2 fundi sem nú eru búnir og við hittumst aftur 24. ágúst síðsumars. Góða stundir.